Eins og fram hefur komið þá heiti ég Hanna, stjóri hjá Póst- og fjarskiptastofnun og kláraði meistararitgerðina mína síðastliðið vor og var hann hrókarsleitandi minn og ég var búin að vera í námi hjá honum meira og minna í þó nokkur ár. Í gegnum þessi ár sem ég var nemandi við Háskóla Íslands þá var verið að nota alls konar námsumsjónarkerfi, flestallir þekkja Uglu og Moodle. Hróbjartur notaði svolítið WordPress í sínu námskeiði með Ingungu af því að hans markmið alltaf að nota námsumsjónarkerfi sem að nýtast á markaði. Ég stökk strax á hestinn þegar fór að tala kennslu af því mér finnst mjög spennandi að prófa nýja tækni og mér finnst líka gott að geta notað einhvers konar kerfi sem að nýtist mér svo áfram og þar sem ég er ríkisstarfsmaður þá er búið að vera að innleiða Microsoft pakkan inn í ríkisfyrirtæki og sá tími sem ég eyddi að nota til þess að læra á Teams og OneNote, hann hefur nýst mér alveg fullkomlega og ég er bara svakalega ánægð með það. Rannsóknin mín hún snerist það hvernig Teams heldur utan nemendahóp sem námsumsjónarkerfi. Og ég setti fram þessa aðalspurningu og svo var ég með þessar 3 undirspurningar. Hvort það sé eitthvað í Teams og OneNote sem auðveldar að hvetja nemendur til þátttöku, hvort það er eitthvað sem hindrar fullorðinn námsmann til þess að taka þátt í umræðum í námsumsjónarkerfi og hvað þarf að vera til staðar til þess að innleiða hugbúnaðinn. Mér fannst ég þurfa svona aðeins að reyna að ámarka mig í efninu því mér hætti þetta til þess að fara út og suður. Rannsóknin sjálf, mér langaði ekki að starfseindarannsókn en þetta var ekki starfseindarannsókn, ég ræk mig á það bara á síðustu lokametranum. Ég notaðist eiginlega aðferðir og breytti starfseindarannsókninu minni í þátttökurannsókn. Sem var vissulega þess að ég var nemandi í gegnum þetta tímabil þá hélt ég rannsóknardagbók þar sem ég skráði allt það sem ég upplifaði. Ég hefði aðgang að upptökunum af því að ég var þá gat ég tekið upp óformlega umræður við nemendur sem voru með mér á námskeiðum og það var eitthvað sem nýttist mér líka í rannsókninni. Ég fékk bæði Teams og OneNote þar sem að inni voru sjálfsmatsskýrslur, spjall og tók saman tölulega upplýsingar úr spjallinu, var með fann mér til ákveðin þemu sem ég greindi. Ég til þess að dýpka rannsóknina enn frekar þá sendi ég út spurningakönnun á netinu og svo sjálfsögðu tók ég viðtal við Róbert. Teams er hugbúnaður sem er vistaður í tölvuskíi og hann heldur utan samvinnu, þátttakanda á námskeiðum, hann heldur utan rannsóknarvinnuna og skipulag námskeiðanna. Kostur við að nota svona forrit eins og Teams er það að það er vistað í tölvuskíi. Það er aðgengilegt hvar sem svo framalega sem það hefur tæki og nettengingu. Og Teamsins byggist, þetta er svona eins konar, hvað maður segja, svið þar sem þú setur fram tækin sem þú ert að vinna með. Ég ætla aðeins að sýna ykkur hvernig þetta lítur út. Það þekkja nú örugglega allir flestur orðið Teams í dag. Þetta er svona bara típisk skjámynd sem ég stelst að taka af þessu verkefni sem við taka þátt í núna, sem smetaköngu. Og á bláu stíkunni, öðrum megin, það sem þetta er activity, þar er sýnt virknin sem hefur orðið síðan ég fór síðast inn. Tjatti, það er svona einkaspjall sem að hver og einn getur átt persónulega og þetta tjatt birtist ekki nema þeim sem eiga þátt í því. Teams, það eru teymin sem er í, ef maður smellir á þann hnappa birtist teymi sem er í. Það er hægt að setja verkefni þarna. Dagbókin þarna inni er mjög góð, það er mjög þægilegt að bóka allt í gegnum dagbókina, setja inn yfirlit yfir allt það sem það þarf og það hún tengist Outlook líka. Það er hægt að hringja beint úr forritinu og það er hægt að streyma fundum. Þetta byggist upp á teymum
eins og hérna, náfullorðna meistara og rásum. Það myndast alltaf þessi sjálfgefna generalrás og svo getur maður sett eins margar rásir og maður vill þar undir. Þessi punktar eru hérna alls staðar. Þar er einhvers konar aðgerðir. Þess að maður smellir á þessa 3 punkta, þá finnur maður hvar maður getur til þess bætt fólki inn á teymið, maður getur breytt og það er svona eiginlega bara heil hellingur sem ég ætla ekki að fara í frekar núna. Notkun á Teams hefur aukist náttúrulega alveg rosalega mikið núna bara á þessu ári. 31. janúar var, ekki fyrirgefðu, aðeins, hérna í apríl voru notendur á Teams orðnir 75 milljónir. Í mars voru 32. Það eru, á hverjum degi eru 200 milljónir samvinnufunda á Teams. Þannig að þetta er svona forrit sem alveg poppar út. Og kostur við Teams, það er kannski ákveðið öryggi í því. Öll samskipti og verkefni og annað sem maður vinnur inn í Teams, það er dulkóðað í skýinu sem er svona ákveðin hlutur sem veitir öryggi. Svo mæli ég með því hérna, ég er búin að fara sko milljón Teams-fundi, ekki að kannski alveg milljón, að hérna það er hundleiðilegt að sitja fundi og það standa alltaf bara stafir í stað fyrir þessar myndir hérna. Þannig ef þið eru að nota Teams og er ekki búin að setja mynd að ykkur, gera það endilega. Mér finnst alveg rosalega leiðilegt að sitja fundi þar sem fólk er ekki mynd og það stendur bara JB eða GS eða eitthvað. Maður veit ekki hver er á bak við þetta. OneNote, það er ákveðið forrit sem fylgir hérna skólaútgáfunni af Teams. Það fylgir ekki þessar almennu útgáfu, þá myndast alltaf wiki-síða og ég skipti henni alltaf út fyrir OneNote. Það er mjög gott að nota OneNote til þess eins og bara fyrir fundagerðir. Þá á ég alla fundagerðir sem tengist í verkefni sem ég er að vinna á einu stað. Og ef þarf þykir þá náttúrulega færi ég það í viðurkennt skjalakerfi. OneNote er stafrænt hérna glósuhugbúnaður og eins og Teams er að vistaður skýi og það er auðvelt fyrir kennara að setja verkefnalýsingar og hann getur deilt í með nemendum. Og nemendur geta eins verið með samvinnusvæði inn á OneNote. Svo ætla ég að sýna ykkur hérna aðeins hvernig OneNote lítur út. Þetta er byggt svipað upp eins og Teams. Það er hérna þessi section sem myndar hérna yfirmöppu og page ástu myndumöppur. Og getur þess verið með svona section svo margar myndumöppur. Og þetta er til dæmis dæmið það hvernig ég notaði OneNote í meistarritgerð minni. Þar sem ég hérna setti alla glósur, alla pælingar og allt þarna inn til þess að hafa þetta á einu stað. Þetta er rafrænt þannig að það var bara gott að henda alls konar dótið þarna inn og ég get það til þess að setja bara PDF-skjöl, myndir. Það er til tafla þarna inni sem maður getur teiknað inn á. Ef maður er að vinna með erlendum aðilum, tungumál sem er ekki nógu klári, það er þýðingadóta þarna inni. Þetta er bara alveg endalaust og það er sko alveg nokkra klukkutíma fyrir þess sem maður getur haldið þessi forrit. En OneNote var til hjá Microsoft alveg, það byrjaði í kringum 2002 þá stofnuðu þeir hérna OneNote og það var bara svona síðustu árum sem þeir farið að sérsniða þetta svona meira að menntakerfinu, svona, já, sérsniða þar. Og bæði þessi forrit, bæði Teams og OneNote, þetta eru frýr hugbúnaður og eins og ég var búin að segja aðgengilegur hvar sem er og hvenær sem er. Til þess að styðja við rannsóknum mína þá var ég náttúrulega að finna mér einhverja fræðimenn og auðvitað valdi ég hérna kenningamalku Knowles sem er búin að fylgja mér svolítið mikið í gegnum námið og Knúti Leris námskenningar hans og svo valdi ég mér Módel Gilly Salomon fjarkennslu. Aðeins að hérna segja ykkur frá þeim. Malcolm Knowles, hann hérna er svona faðir fullorðinsfræðslunnar, kom með þetta orð andragógi fram og hann sagði
áherslu á þessi 6 atriði hérna, að fullorðni námsmaðurinn vill vita fyrirfram tilgang námsins. Hann ekki að fara að læra stærðfræði bara þegar hann á að læra stærðfræði, hann vill fá að vita af hverju það er. Þetta svona það sem skilur fullorðna námsmanni frá börnum. Og hann ber ábyrgð á sjálfu sér, lífi sínum og ákvörðunum. Lífsreynslan hans hefur áhrif á náms hans. Við komum öll með einhvers konar þekkingu, lífsreynslu, hvað sem við upplifað inn í nám og það getur bæði haft hvetjandi eða letjandi áhrif á það hvernig við lærum. Fullorðinn námsmaður hann þarf að hafa hvat, hann hefur hvata til þess að læra það sem hann hefur þörf fyrir, þú veist. Það eins og þegar ég fór að læra Teams þá hafði þörfina fyrir að kynna við Teams og læra betur á það og bara svona super user þess að við kalla það ekki. Og svo er þetta að maður læri eitthvað sem maður nýtist í raunverulegum verkefni við aðstæðum. Þá er maður svona fúsa til þess að læra. Ég fann það líka bara þegar ég er búin að læra á Teams og bara eftir þetta verkefni þá er ég alltaf að bæta við mig svona líka þekkinguna að læra endurborðina. Það er að því að ég sé á þetta. Og áhugi fullorðna námsmannsins hans stafar af innri hvata, eitthvað sem fullorðna fólki finnur hjá sjálfu sér að bæta við sig bara, þú veist, ef ég fengi sykursýki og ég vildi vita eitthvað meira hana, þá færi ég á netið, myndi ég leita mér af þeirri vitneskju sem að mig vantaði. En ytri hvati er kannski á frekar börn þar sem að það er verið svona ýta þeim út í nám. Svo er það Knútur Leris, hann talaði vitsmunalegu hlið námsins, sem er það hvernig þekking verður til og hvernig henni er aflað. Hann talaði tilfinningalegu ferlana, þar sem að þroskinn fer fram og viðhorfið til námsins og svo samfélagslega þáttinn, það er þáttakan í námssamfélaginu, í kennslustofunni eða netinu. Og hann lagði áherslu á það að þessi 3 þættir, þeir þyrftu að vera allir til staðar til þess að nám færi fram. Ég valdi mér námsmódelið frá Gilly Salmon þegar ég vissi að Róbertur styðst við það og hún byggir þetta upp á 5 þrepum og með þessi mynd alveg einstaklega skemmtileg. Sem er svona tré sem vex upp og það fyrsta er að hún leggur áherslu að fólk hafi aðgang að tölvukerfunum og svona hvatningu til þess að taka þátt í námskeiðinu. Hún hvetur til samskipta á netinu og fólk kynni sína námskeið og þetta ég sá að Róbertur hann byrjaði á námskeið sem ég tók þátt í að segja látið vita þegar komin inn bara eins og að gera núna í morgun, segja þess frá ykkur, það svona opnar umræðuna svolítið og varðandi samskiptin á netinu þá notaðist hann, það sem ég greindi í námskeiðunum að hann sagði segja þess frá ykkur hvaðan komið og annað. Og skiptast upplýsingum, það var svolítið það á námskeiðunum að fólk var að segja frá sjálfu sér og það sá það þekktist síðan bara 20-30 árum og svona auðveldaði fólki þegar leið á námskeiðinu að vera að deila upplýsingum, að byggja upp þekkingu sína, að þá á maður þessu samskiptu við nemendur, maður var að setja eitthvað inn á vefinn, fékk viðbrögð frá öðrum, þannig að maður fékk aukna þekkingu og svo þessa þróun. Það er hann leggur svolítið Róbertur upp úr því að fólk sýni frumkvæði, það sem hann kallar leiðtogahegðun og í gegnum þessi stig þá þróastu það og stígur fram og sýnir frumkvæði og þróast í námi. Niðurstöður rannsóknar, ég skipti þeim í þessa 5 þætti. Þetta var þegar ég þá fór ég að leita að þemum og þetta var það sem ég var að fókusa svolítið á. Það var námssamfélagið, þáttakan í umræðunum og samskiptin í umræðuþráðunum, hvernig hugbúnaðurinn, Teams og OneNote var að virka fyrir nemendurnar og notkun á tjámerkjum. Ég bætti því inn á lokamerkjum því mér fannst það svolítið spennandi
hvað það að gera mikið fyrir samskipti og neti. Til þess að námssamfélag verði til, það þarf einhver að vera sem hvetur þátttöku. Kennarinn þarf að vera að koma með einhver verkefni sem að fær nemendur til þess að setja eitthvað inn á netið, inn í umræðurnar. Og þetta að fá þátttökuna til þess að sýna leiðtogafræði, að stíga fram og setja og finna og deila með nemendum einhverju efni eða hugleiðingum sem að kennarinn ekki að setja fram. Og námssamfélagið myndaði svolítið að því hvernig nemendur hjálpuðu hver öðrum. Og það var til dæmis eitt verkefni sem hann notaði á einu námskeiði. Það var að nemendur áttu að setja markmið og tengist námi, og það átti að segja hvort þetta var skýrt markmið eða ekki. Ég sá það alveg þegar ég svo var að skoða tölulegu upplýsingarnar úr Teams að þegar var sett eitthvað svona fram af kennaranum að þá alveg var þátttakan alveg, hún jókst alveg helming. Og nemendur virkar að fara inn, setja inn efni og vera þáttakendur á námskeiðinu enn frekar. Þáttaka í umræðum, hann leggur svolítið áherslu á það, Róbertur, að umræðurnar eru miðja eða heimili námskeiða. Það er það sem að námsfélagið myndast. Og það byggist á þátttöku nemenda í umræðunum og sá þess að hvetja nemendur til þáttaka á námskeiðunum, hvað nemendur voru duglegir að setja 3 til 6 sem voru rosalega duglegir og svo kom þetta millistig sem var bara eiginlega ósýnilegt sem var aldrei að minni, lagði aldrei neitt fram og sagði, lagði ekkert að mörkunum. En það skemmtilegra, ég sá það bara þegar ég var að skoða þessi 10 námskeið sem ég fylgdist með, hvort sem ég var þáttakandi eða bara fylgjast með, að hvað varði einhvern veginn svona miklu meiri dýnamík í þeim námskeiðum þar sem að nemendur voru virkir, voru að sýna að þeir hefðu áhuga á námsefninu og hefðu áhuga að taka þátt í og tíma. Líka hefur svolítið með hennar fullorðna námsskóla keppnistöðum tíma sem við höfum. Og svo eru samskiptin. Það þarf að vera traust á milli nemenda. Það þarf að virða mismunandi skoðanir og ég sá það að þá kom fram hjá einu nemanda að hann sagði að hann hefði upplifað rosalega traust að það setti fram einhverjar skoðanir og annað og fekk rosalega góð viðbrögð og það var ekkert verið, þó að það væri ekki alveg rétt eitthvað, það var ekkert verið að tala niður það sem hann sagði. Það skiptir nemendur mjög miklu máli að finna þetta traust, þannig að treysti sér til þess að taka þátt í samskiptum á umræðuþráðunum. Og svo færðu náttúrulega ný sjónarhorn eða að vinna verkefni og setja fram og spila álit. Getur fengið nýja hugmynd, leiða verkefninu. Ég sá það nokkru sinnum að það var einhver að vinna einhver verkefni eða langaði að gera einhver verkefni að fekk ábendingu hvernig það var hægt að vinna það betur. Og það fenguði nýja lausn á verkefninu. Hugbúnaðurinn, Teams og OneNote, eins og ég var búin að segja, þá vissi ég var að fara að gera þessa rannsókn, ég notaði sumarið til þess að læra hugbúnaðinn og mér gekk rosalega vel að læra hann. Og ég er fljót að tileinka mér nýja tækninýjungar og það var svolítið vesen hjá mörgum að læra á hugbúnaðinn.
Róbertur byrjaði bara eins og kemur fram í módelinin Salomon að fá allir aðgengi að netinu, að dótinu. Nemendur þurfa að gefa sér tíma til að læra að rata og nota hugbúnaði. Og það var alveg kennsluefni sem að nemendur hefðu aðgang að, sem leiðbeiningar hvernig átti að nota hugbúnaðinn, hvernig átti að rata hann. En það var eins og þær gáfu sér ekki þann tíma. Og í þeim námskeiðum sem ég tók þátt í og fleiri námskeiðum sem fyrstu svona 3-4 skipti sem að fólk var að hittast annarkvort á neti eða á staðnum, að það fór svolítið mikið tími að nemendur voru að læra bara að nota hugbúnaði. Og stilla rétt. Það var einhverjir sem voru kvarta undan því að fengi ekki tilkynningar. Það var bara stillingaratriði. Og sko kostum við að nota svona hugbúnað eins og Teams og OneNote er það að það er rosalega auðvelt að verða sér út leiðbeiningar. Og netið er fullt af leiðbeiningum þetta, fyrir utan þessar leiðbeiningar sem Róbert hefur sett. Og svo náttúrulega rosalega þægilegt að hafa aðgang að hugbúnaðinum hvar sem er. Maður getur farið í tölvu eða síma og skoðað námsefnið. Þegar maður situr í strætó og biðstofu að bíða eftir einhverju. Það er rosalega gott að geta haft aðgang að þessum hugbúnaði hvar sem er, hvar sem maður er. Notkun á tjámerkjum. Mér fannst svolítið áhugavert að taka það út af því að svona aðalókostur Teams er það að þú getur verið að skoða, eins og ég skoða þó nokkur námskeið sem að ég var ekki þátttakandi á, það vissi enginn að ég var að skoða það. Og það er alveg nemendur sem að bara fylgjast með hvað þeir eru að gera og gefa ekkert af sér. Það er mjög einfalt að nota þessi tjámerki. Þetta er eitt smellur. Og það er tilgangurinn er það að það vita þeir sem að vinna verkefni að setja eitthvað inn og það hefur einhver lesið, það hefur eitthvað séð hlutina þína. Og hlutverkið er það einmitt að þú skiljir eftir eitthvað spor í sandinum og látið vita að þú hafa verið þarna. Og það er rosalega auðvelt að setja inn tjámerki, en það sýnir ákveðna virkni. Það vita bæði samnemendurnir og kennarinn að þú ert virkur í námskeiðinu. Og gagnsemin er það að þegar maður setur eitthvað inn á netið og fólk er að setja inn tjámerki eða merkja eitthvað við, að þá veistu það að þú ert að fá einhver viðbrögð við því sem þú ert að gera. Og þeir eru óteljandi gallarnir í tjámerkunum. Þetta er það nýjustu COVID-tjámerkin. Ef ég fer yfir niðurstöðuna á rannsókninni minni, það var aðalega þetta að til þess að viðhalda námssamfélagi þá þarf kennarinn að vera svolítið vakandi yfir umræðuþráðunum. Það þarf að umræðan þetta niður, að vera tilbúin að grípa boltann og ýta við nemendum. Hann þarf að bregðast við því sem nemendur gera og vera svolítið sýnilegur á námskeiðinu. Eins og ég sagði áðan, þá er Teams og OneNote, það er rosalega gott aðgengi að þessu og það er rosalega hægt að eiga í góðri samvinnu á Teams og OneNote. Eini ókostur sem ég hef séð þarna er bæði þetta sem ég sagði sýnileikinn, maður er ekki alveg er ekki nú góða yfirsýn á það hverjir er að nota vefina og hverjir ekki. Og það er eiginlega betra að vinna í þessu forritum á tölvunni, ekki í skýinu. Það er aðeins hægari vinnslan í skýinu. En það er ekki neitt sem að trufla mig allavega. Og þetta með það hvað nemendur gekk illa að rata námskeiðsvefinn í upphafi. Það voru alveg, í rannsókninni kom alveg fram að það voru nokkrir nemendur, þetta er náttúrulega fólk með rosalega misjafnan bakgrunn, að þeir voru við það að hætta þegar þeir bara náðu ekki tökum á námskeiðsvefn. Hvort sem að Teams að kenna eða hvort það hefði komið fyrir hvað öðru forriti sem veit ég ekki.
En það var einhver sem ég man eftir einu kommenti sem hún sagði bara Guð minn góður, ég hef aldrei eftir að læra þetta. Allir fókusinn hjá henni fór í að vafra vefinn og leita að einhverju, en það virtist ekki ganga neitt hjá henni. Það kannski spurning þar sem ég seti spurningamerki við hvort að viðkomandi aðili hafi nýtt sér það kennsluefni sem er til, og eins að þetta dragast úr aftur úr með verkefni og annað, af því að Róbert byggir sín námskeið svolítið upp á því að hann að vinna með fullorðið fólk og fullorðið fólk á að bera ábyrgð sjálfu sér, sem við gerum vissulega, að það er svolítið að venjast í að vera ekki í þessu að láta mata sig endalaust. Og ég upplifi Teams og margir sem að notuðu Teams að þetta er góður hugbúnaður til að stuðla að virkni í námsfélagi. Það er gott að vinna saman í þessu. Það er aukningin á Teams, notkun Teams hefur aukist bara ótrúlega, og maður þarf bara þessa nettingu og tæki til þess að vera virkur. Það var áhugavert að þegar ég skoðaði í niðurstöðunum hversu oft nemendur voru að fara inn á þennan námskeiðsvef, og bara það sama við samfélagsmiðla eins og Facebook eða Twitter, að þá var fólk eingöngu að fara kannski 3-6 sinnum í viku inn á Teams, meðan var að fara alltaf allavega daglega inn á hinn samfélagsmiðluna. Þetta er svona vani og hvað maður vinur sig á og hvernig maður ætlar að akta inn á þessu. Svo getur það náttúrulega líka verið að ef það er ekki mikil virkni inn á námskeiðsvefnum, þú hafi ekki þessa þörf fyrir að vera að fara að fylgjast með. Já, þetta var svona það sem ég ætlaði að renna yfir í svona stuttu máli. Maður fékk bara stuttan tíma fyrir þetta, ég get að tala í allan dag, þannig ég ætla bara að þakka fyrir mig.